Þegar við heyrum gítarsmíði þá dettur okkur sjaldnast í hug 16 ára strákur en hér hann, Hákon Magnús á Sauðárkróki. Hákon, þú smíðaðir þennan? Já, ég smíðaði þennan. Hvað er langt síðan? Ef ég man rétt þá byrjaði ég að vinna í þessum á síðasta ári. Já. Þetta er... Já. Hvernig fékkstu þessa hugmynd? Mér vantaði svona gítar og þannig að ég smíða hann. Það er sko... Oft ef mér vantar eitthvað þá tek ég svolítið extreme leiðir til þess að fá það sko. Eða peningar eru issue sko. Já, þetta var ein leiðin. Og hver er fyrirmyndin af svona gítar sem er 12 strengja og 6 strengja? Þetta er í rauninni gert eftir típu sem heitir Gibson EDS 1275. Jimmy Page í Led Zeppelin, hann spilaði oft á þennan gítar. Þú veist, ef þú sérð hann til dæmis flytja Stairway to Heaven á sviði, þá er hann mjög líklega að spila á þennan út af því að það er 6 strengja og 12 strengja partur í þessu lagi. Og hann er náttúrulega bara einn gítarleikari og getur ekki verið að skipta það á sviðinu. Nei. Er hann svona þín fyrirmynd? Jimmy Page? Já. Já, ég finnst hann mjög flottur gítarleikari sko. Ég er eiginlega með margar fyrirmyndir. Já, segðu mér. Hverjir fleiri? Jimi Hendrix, alltaf. Mér finnst mjög ótrúlegt hversu vel hann getur spilað og gert fullt af hlutum í leiðinni eins og sungið og alls konar sko. Og hann er með flott svona performance. Varstu lengi að smíða þennan? Kannski lengsti tíminn sem það tekur við að smíða svona gítar, það er fína vinnan sko. Það tekur engan stund að saga út til dæmis búkinn eða hálsinn. Það tekur langmestan tíma að pússa niður og setja radius á fingraborðið og setja inn öll böndin. Því að fyrir hvert einasta band þarf ég að saga og hamra það í og klippa og saga. Hvaða vefur eru í þessu, veistu það? Já, búkurinn er mahóní og hálsinn hérna aftan á þetta er hlynur, svo er þetta kissuber. En hvernig byrjaði þetta allt saman? Þú ert að smíða hann núna, þú ert 16 ára. Hvenær byrjaði að spila á gítar og hvaða gítar var það? Sko ég hafði áður verið í fiðlunámi frá því að ég var svona 4 ára. Já. Og svo hætti ég því. Jú, það hefur sennilega verið 10 ára. Já. Þá byrjaði ég á gítarnum í staðinn. Ég var að fikta við þennan, hérna. Þennan, þetta er í rauninni fyrsti gítarinn sem að ég spilaði á, þannig séð. Hvaða gítar er þetta? Þetta er mjög sérstakur gítar. Ég hef ekki séð svona áður. Nei, þetta gerð sem heitir Catania Carmelo, smíðaður 1948. Hvers lenskur er hann? Hann er frá Ítalíu. Og hvernig komst hann í hendurnar á þér? Já, afabróður minn, hann átti þennan gítar þegar hann var ungur og hann var tónlistaráhugamaður, spilaði jazz og svoleiðis. Þessi gítar er mjög fín í svoleiðis. En þú tókst þátt í söngvakeppni framhaldsskólans hérna á Sauðárkróki, heitir hún það ekki? Jú. Já. Og þú vaktir nú talsverða athygli þar fyrir undarlega gítar áslátt, svo ekki meira að segja. Það gæti passað, já. Hvað varst eiginlega að brasa? Hvað varst að gera? Ég er í rauninni að gera nákvæmlega það sama á Jimi Hendrix gerði á sviði. En ég sá hann gera þetta og ég vildi læra þetta og ég leitaði alls staðar á netinu og ég fann engan annan sem að gera þetta. Þannig að ég lærði þetta bara sjálfur. Og hvernig gekk það? Það gekk frekar hægt. Ég var alveg nokkrar vikur að læra þetta. Maður er að spila þetta. Ég lærði þetta fyrst bara með puttunum og byrjaði að spila með tönnunum og mér fannst það eiginlega frekar óþægilegt og ég... Já. Er það ekki? Jú, það er svolítið óþægilegt, já. Núna er ég búinn að fá ákveðna tækni við þetta, þannig að þetta er ekki það óþægilegt. Já. Nema að ég er að skera mig á vörunum, það er ekki... En þú ert raunverulega að nota framtennurnar í þetta? Já. Hvað segir tannlæknirinn þinn? Ég ætla nú að halda þessum upplýsingum frá honum. Við vonum að sjá ekki þetta viðtal. Já, En þetta er sennilega ekkert mjög sniðugt þannig, en
Nei, ég er bara að nota fremsta partinn á tannunum. Ég held að strengirnir slitni fremur heldur en tennuna mínar. Já. En þetta fyrir aftan bak, verður þú þá ekki að hugsa þetta einhvern veginn allt öðruvísi þegar þú komið með þetta? Sko, í rauninni, eins og snýst á við í raun og veru? Já, jú, í rauninni, en sko, fyrir mig þá náttúrulega þú ert með puttana á fingrabólinu þegar þú snýr þessu svona við. Þá ertu þá að gera eiginlega nákvæmlega sama hlutin, sko. En þú ert ekki að horfa, þú ert að æfa þig í að... Já, gera þetta á þess að horfa. Hvernig voru viðtökurnar í salnum? Jú, þetta var frekar vinsælt, sko. Það sem ég óttaðist mjög fljótlega eftir að ég valdi þetta lag var að þetta væri ekki nógu mikið svona sönglag. Og ég held að það hafi verið aðallega það. Því að þetta söngvakeppni. En aðalsjóið var kannski í gítarnum. En þetta fór bara vel í fólk, bara atriðið sjálft, sko. Já. Og hvert stefnirðu núna? Hvað ætlarðu að gera? Þú getur spilað á fiðlu, þú getur spilað á gítar. Þú ert greinilega með mikið tónlistarlegt uppeldi. Er það að hjálpa þér í þessu? Já, ég rauninni, sko, ég held að það mikilvægasta í svona sé ekkert endilega hæfnið til þess að spila á hljóðfæri. Ég held að ef þú ert með áhugan fyrir tónlist og ef þú ert með viti í kollinum, tónlistavitið, sko, þá getur þú í rauninni gert hvað sem er.